Gott fólk, Eiríkur Lótsson heiti ég, ráðunautur í jarðrækt hjá RML. Ég ætla að flytja hérna fyrir vestur lífrænan áburð sem erindi sem við settum saman, ég og Snorri Þorsteinsson og Þóra Gylfadóttir fyrir fundaferð sem var farin landið í lok mars síðastliðins og fram í miðjan apríl. Lífrænn áburður, við getum talað tvenns slags áhrif af lífrænum áburði, annars vegar jarðvegsbætandi áhrif sem hann hefur og hins vegar bein áburðaráhrif fyrir plöntur. Jarðvegsbætandi áhrifin eru þá áhrif sem koma fram á lengri tíma. Í reglugerð þá áburður og jarðvegsbætandi efni skilgreind með þessum hætti. Lífrænn áburður áburður úr dýra- eða jurtaríkinu og inniheldur að minnsta kosti 40% lífrænna efna miðað við þurrefni og hefur beint áburðargildi umfram önnur jákvæð áhrif sem kunna að skapast fyrir plöntur. Jarðvegsbætandi efni hafa aðeins eða aðallega jákvæð áhrif á efnaeðlis og líffræðilegt ástand jarðvegs og þar með aðeins óbein áhrif á plöntuvöxt. Lífrænn áburður hefur mismunandi áhrif ef horft til bæði skemmri og lengri tíma. Skammtíma áhrifin eru þau að næringarefni eru aðgengileg plöntum fljótt eða frekar fljótt eftir dreifingu á meðan að langtíma áhrifin eru bundin lífræna efninu, lífræna efni sem viðheldur jarðvegsbyggingu og mikilvægt fyrir frjósemi jarðvegs. Það fóðrar jarðvegslífið, það eru ánamaðkarnir og það eru smáverurnar, bakteríur og sveppir sem þrífast í jarðveginum og njóta góðs af lífrænu efni og lífrænum áburði. Það eykur moldarefni í jarðvegi og bætir jafnframt vatnsbúskap. Stundum það þannig að lífrænn áburður úr úrgangi sem getur verið mengaður af óæskilegum efnum eins og þungmálmum, lyfjaleifum eða smitvökum og það gott að vera vakandi yfir því ef að ræða einhverjar óhefðbundnar eða tegundir að maður veit ekki alveg hvaðan þessi lífræni áburður að þetta eru hlutir sem þarf að fylgjast með því að við viljum að sjálfsögðu ekki fá einhver óæskileg efni inn í hringrásina sem við erum með í okkar ræktun, hvort sem við erum að rækta matvæli eða skepnufóður hvort sem það nú skepnur ætlað til matvælaframleiðslu eða annars. Stærstu hluti næringarefna bundinn í mistorlestum kolefnissamböndum sem ekki beint aðgengileg plöntum og við horfum mikið á áburðargildi út frá því hvert hlutfall kolefnis og köfnunarefnis í lífræna efninu því að það hefur í rauninni bein áhrif á niðurbrotshrraða og þar að leiðandi segir það okkur til hversu hratt við getum ætlað að viðkomandi áburður nýtist þar að leiðandi hvert áburðargildi viðkomandi áburðar eða lífræns áburðar Þetta hlutfall, CN-hlutfall, séð á bilinu 1-15, þá að ræða hratt niðurbrot og þá hröð losun á köfnunarefninu og eftir því sem þetta hlutfall lægra, þá getum við reiknað með og það þannig að þá losunin hraðari.
ef við erum með síðanhlutfall á bilinu 20-30 þá felur það í sér að það nokkurn veginn jafnvægi á milli losunar og bindingar og ef að þetta orðið hærra, 35, þá hefur það í för með sér bindingu og það þýðir þá í rauninni það að bakteríur sem eru að brjóta niður lífræna efnið í þessum lífræna áburði, þær eru farnar að nýta sér köfnunarefnið úr nágrenninu í sínu nærumhverfi sér til vaxtar og fjölgunar og sem getur þýtt það í rauninni að framboð köfnunarefnis fyrir plöntur lítið á meðan að þessi staða en breytist síðan þegar að jafnvægi næst, þegar að síðan hlutfallið lækkar og bakteríurnar eru búin að brjóta niður hluta af þessu lífræna efni í viðkomandi áburði og þetta getur komið fram til að mynda ef við erum með mjög búfjáráburð sem mjög miklum undirburði og með hátt síðanhlutfall að það getur komið fram köfnunarefnis skortur fyrir plöntur tímabundið á meðan að þessu jafnvægi náð. Lífrænt efni með hátt síðanhlutfall hefur jákvæðari verkun í steinefnaríkum jarðvegi heldur en í lífrænum jarðvegi. Ef við höfum þar val á milli þá veljum við að setja til að mynda hálmskít eða þess háttar lífrænan áburð í frekar í steinefnaríkan jarðveg heldur en í mýralendi. Hér eru CN hlutfallið sett upp í töflu fyrir nokkur hráefni, getum við kallað það. Plöntuleifar, eða við erum að tala undirburðurinn sem við erum að nota, það sag eða kornhálmur og við sjáum að það mjög hátt CN hlutfall í þessu hráefni sem við erum að blanda saman við skít oft á tíðum. Við sjáum miðatöfluna og þar úrgangur eða mikið tað og þó að þau gildi séu með breytileg eftir svona milli þess á hvaða formi þetta nákvæmlega þá sjáum við að notkun á undirburði að hækka síðan gildið í skítnum frá búfé talsvert mikið, hvort við erum að tala að sé blandað mikið eða taði. Við sjáum þarna líka síðan hlutfall fyrir moltu sem á svolítið breiðu bilu en þroskuð molta nú oft á tíðum nálagt þessu 16, þannig að hún nú stutt í það að hún sé farin að gefa að losa köfnunarefni og seyra þarna með mjög lágt gildi líka eða melta frá kjöt- og fiskvinnslum. Ef við horfum á áburðargildi köfnunarefnis þá er og hvaða munur það sem við erum að tala á heildarköfnunarefni og ólífrænu köfnunarefni eða ammóníum hluta eða köfnunarefni sem á ammóníum formi. Ef við fáum í hendurnar efnagreiningu úr búfjáráburði frá okkur sem við sendum í sýnatöku, þá fáum við greiningu á heildarköfnunarefni og líka greiningu á magni ólífræns eða ammóníum ólífræns köfnunarefnis í áburðinum. Í áburðaráætlunum þá erum við mest að horfa á ammóníum hluta áburðarins og það vegna þess að sá hluti í rauninni sá hluti köfnunarefnis sem að við getum ætlað að nýtist hratt og vel og verði nýtanlegt fljótt eftir dreifingu. Þetta hlutfall, ammóníumhlutfall, breytilegt í ólíkum gerðum lífræns áburðar og í rauninni almennt þannig að eftir því sem að þurrefnið lægra í viðkomandi eða í búfjáráburði þá ammóníumhlutinn hærri. Eftir því sem að búfjáráburðurinn þynnri getum við búist við að hann nýtist
næringarefnin verði nýtanleg fyrr. Það hins vegar sá vandi á að þetta það skiptir miklu máli varðandi ýmsa þætti við meðhöndlun og notkun á búfjáráburði, hversu vel þetta ammóníum nýtist, og ef við erum að dreifa til að mynda mikið við óhagstæðar aðstæður, þá getum við verið að tapa talsvert miklu talsvert stórum hluta af þessum ammóníum úr búfjáráburðinum. Lífrænt bundni hluti köfnunarefnisins verður hins vegar aðgengilegur samhliða því að lífrænt áburður brotnar niður í jarðvegi, og það ekkert alltaf sem að þetta niðurbrot samstíga þörf plantna fyrir næringarefni. Niðurbrotið hraðast þegar hitastigið er hæst, jarðvegshitinn hæstur ætla ég að segja, og hann hæstur síðsumars í ágúst yfirleitt, á meðan að þörf plantna fyrir næringarefni kannski frekar fyrir á sprettutímanum, snemmsumars þá. Það ýmsir þættir sem hafa áhrif á niðurbrotshraða á lífrænum efnum í jarðvegi, og hann háður þessum þáttum: hitastigi, loftskiptum, vatnsbúskap, sýrustigi, gerð lífræna efnisins og lífvirkni jarðvegs. Og við hærra hitastig þá verður niðurbrotið hraðara, eðlilega. Loftskiptin skipta miklu máli, og til að mynda eru loftskipti minni í þéttum jarðvegi, og þar af leiðandi getur þjöppun á jarðvegi haft áhrif á það hversu hratt niðurbrotið Vatnsbúskapur hefur mikil áhrif, og þar af leiðandi framræsla, hún atriði sem að skiptir máli að sé í lagi. Sýrustig, það hefur áhrif, og það nokkuð sýrustig hefur áhrif á hvernig þessum lífverum sem að brjóta niður bakteríum, og þar eiga sitt sýrustig, sem að yfirleitt svona á svipuðu róli, og við erum að tala að við viljum hafa sýrustig varðandi nýtingu á næringarefnum í einhvers staðar nálægt 6 eða eitthvað svoleiðis. Þá sé kannski ekki hægt að nefna eina tölu akkurat, en þá þarf sýrustigið að vera heppilegt. Og eins þarf allir þessir þættir, þeir spila líka saman, þannig að upp á það að gera að niðurbrotið sé örflóran í ef við getum kallað örflóruna, eða í jarðveginum uni sér sem best, og vinni í rauninni niðurbrotið sem hraðast og best. Hér ég með dæmi sauðatað og innihald á sauðataði, og til að sýna ólíka samsetningu á köfnunarefni og öðrum eftir gerð taðsins. Fyrst og fremst erum við að horfa á köfnunarefni þarna, en við sjáum að efnagreiningarnar, eða það eru settar upp gildi þarna bæði fyrir fósfor og kalí líka. En bláa súlan heildar köfnunarefnið og appelsínugula talan ammóníumhlutinn, og þarna sett saman grindatað sem eru fremstu súlurnar með 20% þurrefni, haugtað sem þá með 27% þurrefni, og svo það veðratað sem þá í 32% þurrefni. Og ef við horfum á köfnunarefnis innihaldi, þá þetta nú kannski svona áþekkt í 7 tonnum, en við sjáum að appelsínugula súlan sem að á við ammóníum hluta köfnunarefnisins, hún mjög misjöfn eftir því á hvaða formi taðið og niðurbrot, það tæplega helmingur í grindataði sem ammóníum,
á meðan að það er mun lægra í haugtaðinu og síðan sjáum við að þegar að taðið er veðrað þá hefur farið talsvert mikið af ammoníum sem hefur tapast við veðrunina. Eftir sem áður þá er mjög gott og mikið innihald af köfnunarefni sem er þá lífrænt bundið í taðinu og nokkuð sambarlegt við haugtaðið. Taðhaugurinn, það minnkar í sjálfu sér kannski magnið aðeins vegna þess að haugurinn rýrnar við veðrunina en við sjáum að við erum að tapa þarna talsvert góðum hluta af ammóníum sem er þá í taðinu við veðrunina. Það tap gerist nokkuð hratt fyrstu mánuðina en síðan minnkar það þegar að tíminn líður. Við sjáum hér svipaða mynd fyrir nautgripaskít, annars vegar sett upp kúamykja með 5% þurrefni og hins vegar 10 tonn af hálmskíti sem er þá 25% þurrefni. Þannig verið að bera á sama magn af köfnunarefni miðað við töflugildin sem við höfum og við sjáum hins vegar að appelsínugula súlan, þess að köfnunarefnið heildar er blásúlan og appelsínugulu súlan sýnir okkur að það er mun meira, hversu miklu meiri hluti er af ammóníum í mykjunni heldur en í hálmskítnum. Þetta er nú tölur fyrir hálmskít sem er óveðraður þannig að ammóníum tala ná eftir að minnka við veðrun til viðbótar við, eða þá þessi appelsínugula súla eftir að vera lægri í hálmskítnum við veðrun. Þetta er náttúrulega mjög mikill munur á þessum áburði og ef við horfum á bara munin á síðanhlutfalli þá er náttúrulega mun hærra síðanhlutfall í hálminum heldur en í mykjunni og þar af leiðandi er hann mun hægvirkari í rauninni áburður. Áburðargildi er mun hærra fyrir mykjuna því að hún virkar hraðar. Það er svona sú skilgreining sem við notum áburðargildi að hún á að nýtast og nýtist mun hraðar en langtíma áhrifin eru hins vegar mun meiri af hálmskítnum. Tilraunir með hér á landi hafa sýnt að það er mikill breytileiki eða talsverður breytileiki í langtíma áhrifum af notkun á lífrænum eða á búfjáráburði. Það er munur á milli ára, meðal annars eftir árferði og kannski fyrst og fremst eftir árferði. Áhrifin eru mest fyrstu árin. Minni skammtar eru ekki að gefa mikil, eða þeir eru að gefa lítil eða kannski skammvinn áhrif eða bæði, lítil og skammvinn. Stóri skammtar geta hins vegar haft áhrif í lengri tíma og gefið áhrif nokkuð lengi. Mjög stóri skammtar hafa sýnt sig í tilraunum hafa verið að gefa mjög langa eftirverkun eða langvinn áhrif. Almennt má þó kannski segja að regluleg dreifing hún er að skila auknum áhrifum að ákveðnu marki og kannski sú leið sem að við ættum helst að horfa á að þetta er misjafnt hvar er best að koma búfjáráburðinum fyrir og svona misjafnt eftir á hvaða formi hann er, hvar er best að setja hann á hvaða tún til að mynda eða í hvaða akra eða hvað við erum að tala um. En almennt þá getum við sagt að það væri best að nýta hann sem víðast og dreifa hann reglulega frekar en að vera setja hann í stórum skömmtum og sjaldan. Hluti af langtímaáhrifum koma
hraðar fram og jafnvel innan sama vaxtarskeiðs. Við getum alveg verið að sjá hugsanlega áhrif af í seinni slætti þó það sé náttúrulega þó það sé lítil eða engin í fyrsta slætti sem er kannski líka tengt sem tengist þá að sjálfsögðu líka kannski hitastigi og árferði hvernig þetta að skila sér í hverjum tilviki. Stóri skammtar af taði unnið saman við jarðveg fyrir sáningu, þeir geta gefið neikvæð uppskýr í byrjun samanborið við tilbúin áburð og þá það nú kannski fyrst og næst að ræða lífrænan áburð sem þá mjög tökum sem dæmi hálmtaði eða eitthvað þess háttar það sem mikill undirburður í og síðan hlutfallið hátt. Hann getur líka, stóri skammtar geta líka komið í stað tilbúins áburðar til dæmis við grænfóðurrækt í endurræktun og svo náttúrulega hafa uppsöfnuð áhrif eða uppsöfnuð frjósemi, hún hefur áhrif með áburðargjöf í áranna rás þá verður uppsöfnun í efstu lögum jarðvegsins sem síðan við endurvinnslu eða þegar túnið plegt að þá erum við að plægja niður talsvert mikið af næringarefnum sem hefst síðan niðurbrot á þegar það búið að hvolfa landinu og þá geta plönturnar sem hafa rótarkerfi sem þegar þanga niður sótt sér þá næringu sem að losna þar. Þannig oft á tíðum þá þetta að nýtast mjög vel ef að maður að rækta í endurræktun plöntur sem að sækja eru með rótarkerfi sem að geta nýtt sér þessa næringu sem við höfum plegt niður. Ef við erum að velta fyrir okkur sem að við erum ofta að reyna að meta hvað getum við metið þessi langtíma áhrif af lífrænt bundna köfnunarefnum eða losun á því að þá hefur verið sett fram að við getum áætlað að sé kannski 10% af því lífrænt bundna köfnunarefni sem sé að losna sama ár og annað eins árið eftir að við erum dreifum. En það ræðst náttúrulega mjög mikið umhverfisaðstæðum og þeim þáttum sem ég nefndi áðan, hversu losunin hröð. Ef árlega borin á kúa mikið við 5% þurrefni, þá fást kannski 10 kíló af köfnunarefni á hektara fyrir hver 20 tonn sem eru borin á. Þetta er svona ályktun sem að má finna í tölum frá Svíþjóð. Það getur verið jákvætt að vinna niður að hausti áburð sem með hátt síðanhlutfall, til dæmis hálmskít. Og af hverju það? Jú, það gæti verið vegna þess að losun á köfnunarefni yfir vaxtartímann, yfir sumarið þannig að hún vex eftir sem líður á, jarðvegshitinn hækkar en upptaka á plöntum og vaxtarskeið plantna kannski ekki alveg í samræmi við losunina sem þýðir þá að allt köfnunarefni sem losnar tekið upp framan á sumri á meðan að á haustinu þegar að plönturnar hætta að þurfa á það öllu sem köfnunarefni halda að þá geta bakteríur og örverur sem að byrja að brjóta niður lífræna efnið í hálmskít til að mynda nýtt sér það köfnunarefni sem þá laust á þessum tíma. Þetta hins vegar í ósamræmi við það að það ekki jákvætt í rauninni að láta flög standa opin yfir veturinn, þannig að það gefur kannski að þetta megi ekki gera þetta en á þessum tíma þá samt sem áður hugsanlega á laust köfnunarefni sem að bakteríur geta nýtt sér við niðurbrot á lífrænu efni í það sem að til að mynda í hálmskít. Hér reynt að setja upp
hversu mikið við erum að fá af göfnurefni úr lífrænt bundnu grindataði. Þetta grindatað sem er 20% þurrefni, innihaldið kemur þarna fram, hversu mikið heildarenn og hversu mikið af ammóníum og síðan þá afgangurinn lífrænt bundna köfnurefnið. Þetta sett upp með við það sé verið að bera á 7 tonn á hektarann, ýmist 1 ár eða þá bara stanslaust í fleiri ár. Og ef við horfum bara á hversu mikið þessi 7 tonn að gefa okkur á fyrsta ári og við miðum við að ammóníum nýtist 50%, þá væru það 18 kíló sem við værum að fá á hvern hektara. Fyrsta árið myndi gefa okkur, ef við myndum segja að fyrsta árið fengjum við 10% af lífrænt bundna köfnurefninu, það myndi nýtast strax á fyrsta ári og þá værum að fá 4 kíló til viðbótar við þessi 18. Ef við síðan búum okkur til forsendur sem að það væri borið á hverju ári í 10 ár og það yrði í heildina 40% af því sem er borið á hverju ári myndi skila sér. 40% af lífrænt bundna köfnurefninu, þá værum við að tala að það gæti verið svona 15 kíló á hektara á ári, sem þýðir þá að eftir samfellda notkun búfjárafurðar 7 tonn á hektarann af grindataði í einhver ár, 10 ár eða flest ár í 10 ár, þá getum við að tala að væri 33 kíló sem að við getum reiknað með að væri af köfnurefni sem við fengjum. Ef við tökum samskonar mælingu eða samskonar uppsetningu fyrir kúamykju, þá erum að tala kúamykju með 6,2% þurrefni og þessi borin á 20 tonn á hektarann, þá værum við að fá 27 kíló á hektarann úr ammóníumhlutanum, ef við reiknum með að nýtingin sé góð eða 70%, og ólífræni hlutin, lífrænt bundni hlutin, hann að gefa okkur, ef það losna 10%, þá hann að gefa okkur 3 kíló fyrsta árið, en ef það væri að losna 40% í heildina á þegar við erum búin að bera á samfellt í kannski 10 ára, þá erum við að tala að væri 13 kíló til viðbótar við þessi 27. En auðvitað eru svona útreikningar bera náttúrulega dám af þeim forsendum sem eru gefnar og svo má velta fyrir sér hvort að þær séu nógu traustar til þess að maður geti gengið út frá þessu sem einhverju vissu, og svo vitum við það náttúrulega að það eru margir þættir sem að spila inn í og það munur á milli ára hvað að skila sér. Auk þess náttúrulega eru aðstæður breytilegar. Nú annar lífrænn áburður sem er til að nefna, kjötmjöl. Það er einhverjir sem er að nýta sér kjötmjöl sem áburð, og kjötmjöl hefur verið nýtt sem áburður í uppgræðslu. Kjötmjöl inniheldur mikið af köfnurefni og mikið af fosfór, og köfnurefnið er aðgengilegt fyrir plöntur, og það er hins vegar mjög lágt kalíinnihald, en það er kalsíum og fleiri steinefni sem að fylgja með í kjötmjölinu, en það má kannski segja að kjötmjöl geti hentað með búfjárafurði sem er þá kalíríkur, því að þegar við erum eldast við hlutfall þessara næringarefna NPK, og þá sjáum við strax að það yrði skortur á kalí þarna ef það væri verið að bera þetta á eingöngu. Nú, molta, hún dregur innihald moltunar, hann dregur alltaf dám af því hvaða hráefni eru notuð í moltugerðinni.
en þó það kannski á einhverju ákveðnu bili sem að það getur sveiflast þó að það sé samt sem áður svona nokkuð svipað kannski oftast. Venjuleg molta, hún hefur oftast litla áburðarvirkni til skamms tíma litið, en og má segja að það sé kannski best að nota moltu í steinefnarík flög í tengslum við sáðskipti eða kornrækt til að bæta jarðveginn. Moltan gerð þegar hún hráefnasamsetningin í moltu, hún byggir annars vegar upp á stoðefnum sem eru þá geta verið trjákurl eða pappír eða eitthvað af þeim toga, og á móti kemur síðan lífræni úrgangurinn sem getur komið frá verslunum, frá kjötvinnslum eða matarafgangar frá heimilum, og það þessi hlutföll þessara efna sem að ráða því kannski hversu innihaldið í verka eða fullverkar í moltunni. Kjúklingaskítur, hann almennt með hátt NP&K, og almennt getum við sagt að þetta sé hraðvirkur og góður áburður. Það hefur hins vegar, það misjafnt hvort að hversu mikið þarf að nota undirburði, og það breytilegt eftir því hvaðan hann kemur, frá hvaða framleiðendum hann kemur, hvort það nota hversu mikið og hvort það notar undirburður. Og ef það mikið af honum, þá breytir það eðlist eiginlega konar talsvert mikið, og hann mun hægvirkari ef það mjög mikið sag saman við. Nú, varðandi fiskiseyru, þá hefur hún verið í prófun og virðist geta virkað vel í blöndun við búfjáráburð til að mynda. Okkur vantar samt meira af efnagreiningum. Við höfum séð tölur sem að gefa mjög breytilega niðurstöðu fyrir köfnunarefni og fyrir fósfor, og tölur fyrir kali virðast svona frekar lágar. En það eru fáar mælingar, þannig að það kannski ekki, þetta hins vegar áhugavert hráefni að skoða og hefur verið talsvert í umræðunni, sérstaklega við tengslum við auki fiskeldi að nýta úrgang þaðan sem áburð í landbúnað. Nú, síðan ef við komum aðeins að nýtingu næringarefnanna, þá nú kannski ýmsir þættir sem að má nefna að skipta máli í þeim efnum. Hér efst á blaði að geymslurými auðvitað það sem skiptir máli, að við getum þann lífræna áburð eða búfjáráburð sem við erum að nýta og ætlum að nýta, að hann næringarefni sé ekki að tapast úr honum vegna þess okkur vanti geymslur, og við þurfum að vera að dreifa honum á vondum tíma eða óheppilegum tíma. Besti dreifingartíminn á vorin fyrir mykju, en fyrir tað kannski sá tími ekki heppilegur. Það best að vinna tað og þess háttar áburð saman við flög. Dreifingartími á haustin kannski helst fyrir valinu þegar verið að dreifa taði á tún, vegna þess að ef því dreift á vorin, þá hætt við að þann hafi ekki brotnað nægilega mikið niður til þess að þá hætt á að spilli fóðri, hann blandi saman við fóðrið og spilli verkun á heyjum. Það mjög mikill munur á milli bæja hvað innihald næringarefna varðar, og til þess að maður sé með sem besta nýtingu á sínum eigin búfjáráburði, þá mjög gott að hafa efnagreiningu úr honum til þess að við séum að bera á hæfilega mikið magn af honum sem að hentar hverju sinni. Við vitum þurrefnisinnihaldið á mykjunni, svo við vitum hvað við erum í rauninni að bera mikið á,
og vitanlega innihald hennar. Við gerum ráð fyrir því stundum að við getum notað töflugildi en það ónákvæmt, þannig að það mjög mikilvægt að vera með efnagreiningar á búfjáráburðum sem að hver og einn sem með efnagreiningar á þeim búfjáráburðum sem hann hefur úr að spila. Nú það getur verið breytilegt eftir því hvar best að koma eftir jarðvegsgerð, hvar best að koma búfjáráburðum fyrir, eins og ég nefndi kannski aðeins áðan, og hvort að við blöndum þessu í sáðskipti. Blöndun í jarðveg, hún getur aukið niðurbrotshrraðan þegar við vinnum það til að mynda saman við jarðveg sem hentar. Og síðan má nefna plöntuþekju á hausti og vetri og tengja nýtingu næringarefnanna, hvort að land opið og hversu berskjaldað land, það ólíkt eftir jarðvegi, hversu berskjaldaður hann getur verið gagnvart útskólun ef það ekki þekja á landinu, gróðuþekja yfir veturinn og eins hvort það hætt á að renni burtu hreinlega. Varðandi geymslutímann þá var könnun á geymslurými og könnun sem var gerð á síðasta ári. Þetta gögn sem óbirt en þar sjáum við að það ansi stór hluti sem með geymslurými 6 mánaða eða minni fyrir mikið á kúabúum. Þannig að það ekki alveg eins gott og við myndum vilja. Og ef við skoðum dreifingartíma með við skráningar í jörð sem verður samt sem að taka svona með fyrirvara nákvæmni, þá sjáum við samt sem áður að það nokkur dreifing yfir veturinn á ekki nógu góðum tíma en það þyrfti kannski að kanna svolítið betur hvað hversu traust þau gögn eru. Í lokin þá erum við með efnagreiningar á mykju frá 5 búum, svona til þess að hnykkja á því í lokin hversu mikilvægt það að efnagreina búfjáráburðinn. Og hér tölur yfir heildarköfnunarefni, það bláa súlan og appelsínugula súlan ammóníum. Svo sjáum við gráu súluna fosfór og kalíið gula súlan. Við sjáum að þessu búum raðað eftir mismunandi þurrefnisinnihald í mykjunni, þannig að lengst til vinstri búið sem með minnst þurrefni og það 5% þar og síðan það rúmlega 8% á bænum sem með súlurnar lengst til hægri. Það má alveg lesa út að það meira að hún innihaldsríkari mykjan sem með hærra þurrefni, en við sjáum samt sem áður ef við berum saman bæi hlið við hlið að það ólíku saman jafna samt sem áður. Við sjáum fyrstu súlurnar fyrir bú 1 og bú númer 5 eða næstu við hliðina sem næst lengst til vinstri, að það aðeins þurrara heldur en það sem lengst til vinstri. Við sjáum samt sem áður að það talsvert meira innihaldsríkari mykjan á búinu sem lengst til vinstri heldur en því næsta við. Og við sjáum að þetta líka breytilegt á milli næringarefna. Heildarköfnunarefnið breytilegt, hlutfall ammóníum breytilegt og innihald af fosfór og kalíi breytilegt og það fer ekki alltaf saman þar sem hærra af einu efni að það sé jafnframt hærra af öðru efni. Þá ætla ég að segja þessu lokið og þakka þeim sem hlýddu á þennan fyrirlestur. Ef það hafa vaknað spurningar eða eitthvað sem
langar til að ræða þá símanúmer hjá RML 516 5000 og netfeng okkar tölvupóstfeng okkar sem að sömdu þetta erindi eru þarna uppgefin og öllum velkomið að hafa samband og spyrja eða koma með athugasemdir. En þá þakka ég fyrir.